Já, góðan daginn og takk fyrir að leyfa mér að koma hérna í morgun, mjög gaman. Ég ætlaði að fá, ég reyndar auglýsti fyrir þetta undir fölsku flaggi, þar sem að kannski nákvæmara heiti hefði verið kalkhækkun eða hyperkalsemía. Þannig að ég finnst afsökunar að ég að valda ekki vonbrigðum með því. Það er alveg reitt. En sem sagt, hyperkalsemía held ég öllum talið skemmtilegasta rafakabrinu líkamans. Og kalsíum 1–2 kíló í líkamanum og langmestleyti bundið í beinagrind. Það þó til í litlu magni í utanfrumuvökva. Það sem helmingur þess jónað og það það kalsíum sem virkt til þess að stýra rafspennu yfir frumur, himnur og fleira sem að kalsíum kemur að. 40% prótínbundið þá aðalega við albúmið og 10% bundið öðrum anjónum eins og sítræti, fosfati, laktati, bíkarbonati. Þannig að það raunum helmingur þess sem virkt í utanfrumuvökvanum. Svo margfalt minni styrkur kalsíums í umfrumufrumna, 10.000-falt minni en utanfrumu. Og ég lengi velti fyrir mig hvort að kalk og kalsíum sé einn og sami hluturinn. Kalsíum eins og menn vita frumundin með 13 lotukerfinu. Það heitir auðvitað kalsín og mér skilst að þetta sé mynd af kalsíni. Það sem að flestir hugsa samt þegar heyra kalk einhver kalksteinn eins og þetta sem að ber efnaformúluna CaCO3, það kalsíumkarbonat. Og ég reyndar, þegar ég var að gera hana fyrirstu fyrst, ég flytti hann uppalega á Landspítalanum fyrir deildan á lyfjalækningasviði, þá heyrði ég efnafræðing í álveri Fjarðaáls á Reyðarfirði með þessa spurningu í huga og hún gat svo ekki svaraði. Það virðist vera íslensk málvenja að tala ýmist kalsíum og kalk sem sama hlutin. En ef einhver þekkir þessi mál betur þá tek ég því fagnandi. Hyperkalsíum það þegar að styrkur kalks í blóði fer yfir eðlileg mörk sem oft miðað við að sé meira en 2,60 af hefðbundnu kalsíumi eða 1,33 af jóníserðu kalsíumi. Og eðlileg gildi þá í blóði á bilinu 2,15–2,60 eða 1,13–1,33 eftir því hvor mæliaðferðin notuð. Kalki fyrst og fremst stjórnað í líkamanum af kalkkirtlum sem að seyta PTH eða kalkvaka. Og PTH hefur svo áhrif fyrst og fremst á bein og nýru. Það eykur PTH eykur umsetningu kalks úr beinum og losar þá kalk úr beinum. Og það eykur endurupptöku kalsíums í nýrum og þá eykur það virkjun á D-vitamini í nýrum yfir sitt virkaform sem aftur veldur því að meira kalsíum tekið upp í meltingarvegi. Það ávallt staðar smá passív upptaka á kalsíum í meltingarvegi en hún mínimalist miðað við þá aktív upptöku sem D-vitamin háð. Allar þessar aðgerðir miða því að hækka styrk kalsíums í blóði sem að þá aftur virkar á kalkskynjuna viðtaka sem á kalkkirtlum til þess að bæla PTH framleiðslu. Þannig að þetta hefðbundin negatív feedback mekanismi. Og orsakir hyperkalsemíu þá vegna þess að það meira magn af kalsíum losa út í blóðrás heldur en skila út í þvagi eða bundið í beinum. Og meingerðirnar það einkum 3, það er að segja aukin beinumsetning, þar sem losun kalsíums úr beinum, það er aukin frásog á meltingarvegi eða minnkaðar útskynnaðir nýru. Einkenni hyperkalsemíu fremur almenn og ódæmigerð, en sem betur fer til klassísk minnisregla sem mjög gagnleg til að muna einkenni, það er að segja bones, stones, moans og psychiatric overtones. Þá átt við beinverki, beinbrot, steina, einkum nýrnasteina. Moans á við kviðverki og psychiatric overtones við í rauninni ýmiss konar geðtruflanir sem geta komið fram við hyperkalsemíu, hvort sem það
einhverjar óvirkar geðtruflanir eða vanvirkar geðtruflanir. Við væga hækkun hyperkalsími þó oftast einkennalítil eða jafnvel einkennalaus. Það geta komið fram einbeitingarskortur, persónuleikabreytingar, þunglyndi, magasár, nýrnasteinar sem kunna að vera einkennalausir og svo langvarandi hyperkalsímíu, beinþynning og jafnvel beinbrot. Við svæsna eða bráðahækkun koma fram alvarlegri einkenni, slappleiki, meðvitundaskerðing, jafnvel kóma. Það getur ógleði, lystarleysi, hægðatregða, brisbólga. Það verður sem sagt osmósuáhrif í nýrum, þannig að nýrun þétta ekki þvagi, þá verður pólíúría og pólydipsía og svo geta komið fram breytingar á EKG, það getur verið bradykardía, það getur verið AVAF-blokk, QT-stytting og svo svokallaðar Osborn-bylgjur sem sjást hér. Sem ég kann í rauninni ekki frekar að deila á, en þykir flott. Þetta er QT-stytting. Það er öfugt við hypokalsími sem veldur frekar QT-lengingu. Algengustu orsakir hyperkalsími eru tvær. Sennilega eru 90% hyperkalsími orsakað af annars vegar frumkomnu kalkvakaóhófi eða primary hyperparathyroidismus eða illkynjasjúkdómum. Og þetta er oftast nær aðgreinilegt að því leyti að í frumkomnu kalkvakaóhófi er aukin framleiðsla kalkvaka en við illkynjasjúkdóma er framleiðslan bæld. Það eru aðrar orsakir sem eru til staðar, tertiary hyperpara, familial hypokalsíurik hyperkalsímía, eitthvað sem nefndar, D-vítamín tengdar orsakir og svo lyf. En algengasta orsök hyperkalsímíu er frumkomið kalkvakaóhóf og það orsakast af því að það verður sjálfvirk framleiðsla á PTH í kalkkirtlunum sem er ekki bundin af eða svarar ekki feedback-mekanismum af styrk kalsíums í blóði. Langoftast er þetta vegna þess að það myndast kirtilæxli eða adenóma í 1 af 4 kalkkirtlunum sem fer að framleiða of mikið af PTH. Það getur hins vegar verið hyperplasi í öllum 4 kalkkirtlunum eða í sjaldgæfari tilfellum illkynjamein í kalkkirtlunum eða sem partur af multiple endocrine neoplasiu, það er að segja sem eru fjölmörg æxli í innkirtlum. Og primary hyperpara einkennist af því að það er hækkaður styrkur á bæði kalki og PTH í blóði og lækkað fosfat. Og það er vegna þess að PTH hvetur til þess að losa, eins og við nefndum áðan, losa kalk úr beinum og taka það upp, endurupptaka kalk í nýrum, en jafnframt eykur að fosfat útskilnaði í nýrum. Oftast eru hækkunin í primary hyperpara langvarandi, hæg, einkennalítil og væg hyperkalsímía og sum kirtilæxli svara að hluta til feedback-mekanismum. Þannig að það þarf ekki eins og PTH getur bara verið óeðlilega hækkað miðað við hátt kalkgildi, en þarf ekki að fara yfir eðlileg mörk fyrir PTH. Við illkynjamein er þetta öfugt. Það er hraðari gangur og mikil einkenni. Þetta eru yfirleitt sjúklingar sem eru með þekkt mein og önnur einkenni af völdum illkynjasjúkdóms þegar greinst með hyperkalsímíu. Ég held að það sé afar sjaldgæft að fólk greinst með hyperkalsímíu og svo eitthvað dulið illkynjamein í kjölfarið. Það er að segja, þetta er oftast á grundvelli metastatísks sjúkdóms, til dæmis frá brjóstameinum sem valda osteolytískum meinvörpum í beinum. Myelóma getur að sjálfsögðu valdið osteolytískum meinvörpum og þannig losa kalsíum úr beinum. En önnur æxli framleiða PTHRP eða PTH-related peptide sem að líkist og hegðar sér eins og PTH. Og þetta er dæmi gert í mörgum föstum æxlum, til dæmis lungnakrabbameinum og þá einkum squamous cell carcinoma.
og nýrnafrumukrabbameini. Í því tilfellum illkynjameina oft svæsin hyperkalsímía, PTH bælt, D-vitamin bælt og PTH-RP hækkað, en það hægt að mæla. Aðrar sjaldgæfar orsakir hyperkalsímíu eru bæði sekundary og tertiary hyperpara. Þessar báðar þessar myndir sjást einkum hjá nýrnabiluðum sjúklingum. Secondary hyperpara veldur reyndar langoftast hypokalsímíu og sem viðeigandi viðbrögð við hypokalsímíu verður sem sagt PTH hækkun. Hins vegar það þekkt í nýrnabiluðum og einkum þá þeim sjúklingum sem eru orðnir skilunarsjúklingar að binding kalsíums í beini er minni, þannig að það meira kalsíum losað úr beinagrind en ella og plús það að þessi sjúklingar eru oft á fosfathamlandi meðferð eða fosfatbindum sem eru kalsíumkarbónat sem veldur því að þessi sjúklingar geta fengið þróast yfir í að fá hyperkalsímíu þrátt fyrir að meingerðir byggist yfirleitt á hypokalsímíu. Tertiary hyperpara svo aðeins öðruvísi, en það yfirleitt þróast úr secondary hyperpara þar sem að langvarandi örvun á kalkirtlana veldur því að í þeim byrjar autonóm framleiðsla, oftast hyperplasia í kalkirtlunum, sem fer þá að framleiða PTH óháð styrk á kalsíum, þannig að það verður bæði hækkun á PTH og kalsíum. D-vitamin skiptir lykilmáli í kalsíumbúskap. D-vitamin tökum við inn annaðhvort í töfluformi eða í fæðu eða þá að við fáum það úr sólarljósi. Það svo umbreytt í lifur yfir í 25 OHD sem við getum mælt í blóðpröfum. Og svo aftur umbreytt í nýrum yfir í kalsitriol sem 1,25 dihydroxyd D-vitamin og sem hið virka form D-vitamins og veldur því að það meira kalk tekið upp í smáþörmum, það meira kalk bundið í beinum og það minnkar bæði kalk og fosfat útskilnað. Það ólíkt PTH sem minnkar kalk útskilnað en eykur fosfatútskilnað. Og D-vitamin eitrun getur þannig valdið hyperkalsímíu, það að segja með óeðlilegri D-vitamin inntöku, hvort sem það í formi á hefðbundnu D3-vitamini sem fæst út í apóteki eða E-talfa sem alfa-kalsitíol og má vel hugsa sem hið virka form á D-vitamini. Eða þá í ákveðnum sjúkdómum þar sem að það verður virkjun á D-vitamini, þar sem myndun á 1,25 D-vitamini utan nýrna, sem þá óháð PTH. Þetta sérstaklega dæmi gert í granulómóta sjúkdómum eins og sarkoidósis, berklum og sílíkósis, en einnig í mörgum gerðum af eitilfrumukrabbameini. Familial hypokalsíuric hyperkalsímía er sjaldgæfur erfðasjúkdómur sem stafar af autosomal dominant stökkbreytingu í kalkskynjunarviðtaka á kalkkirtlum og þetta sem finnst líka í nýrum. Þetta afvirkandi stökkbreyting sem veldur því að hæfni kalkkirtilsins til að skynja kalsíumstyrkinn skert og þannig skynjar kalkkirtillinn ekki hækkaðan kalsíumstyrk í blóði og seytir óeðlilega miklu PTH miðað við það. Og í rauninni svona set pointi fyrir PTH-seytingu fært til hægri. En það verður aukin PTH-seyting miðað við hærri styrk kalsíums. Að sama skapi þá þessi viðtakar einnig í nýrum sem veldur því að það minni kalsíumútskilnaður í nýrum. Og nafnið segir svo nokkuð veginn hvernig mynd maður fær af sjúkdómnum. Þetta ættgengur sjúkdómur sem veldur því að minnka kalsíumskilið út í þvagi
og aukið kalsíum í blóði. Þetta oftast afar væg hyperkalsemía og væg hækkun á PTH. Nú, til að greina þetta þá þarf að gera þvagsöfnun og mæla þar kalsíum og kreatínin og hægt að reikna út svokallað kalsíum-kreatínin útskilnaðar hlutfall í þvagi. Þetta klassískt lýst í sólarhringsþvagi en samkvæmt öllu ætti að vera hægt að gera þetta líka í spottþvagi. Og þetta kemur fyrst og fremst notað til mismunagreininga milli familiar hypokalsíurík hyperkalsemíu og primary hyperpara. Þar sem að kalsíumútskilnaðurinn minnkaður í FHH en aukinn í primary hyperpara. Þetta yfirleitt mjög væg hyperkalsemía eins og ég sagði og þarfnast yfirleitt ekki sértækrar meðferðar annað en að forðast óhóflega kalkneyslu og forðast önnur lyf sem geta aukið kalsíum. Það einkum 2 lyf sem þarfnast athugunar með tilliti til kalsíums. Það annars vegar lithium sem að mörgu leyti hegða sér eins og familiar hypokalsíurík hyperkalsemía. Að því leyti að það breytir líka virkni kalkskynjunar viðtaka og færir settpunktið alveg eins og FHH og þú þarft hærra kalkgildi til þess að bæla PTH framleiðsluna á lithiummeðferð. Nú, þíazíð, hins vegar öfugt við mörg önnur þvagslyf eins og til dæmis Fúrix, valda því að meira kalsíum tekið upp í nýrum og þannig minna útskilið í þvagi. Það nú yfirleitt sjaldnast nóg til þess að valda hyperkalsíumu eitt og sér í annars hraustum einstaklingum en getur verið meinvaldandi í sjúklingum sem eru veikir fyrir og getur verið praktískt í vissum tilfellum, til dæmis sjúklingum sem eru að fá tíða nýrnasteina vegna hyperkalsíúríu. Nú, aukin upptaka meltingarvegs sagði ég að væri ein af mengjum hyperkalsemíu. Það í raun þannig að það afskaplega erfitt að ætla að borða það mikið af kalkríkum matvælum að maður fái hyperkalsemíu vegna feedback-mekanisma sem að það myndi bæla PTH framleiðslu og bæla D-vitamin virkjun. En það þó einkum mögulegt í 2 tilfellum, annars vegar sjúklingum sem eru með langvarandi nýrnabilun og eru langflestir á fosfatbindandi meðferð með kalsíumkarbónat eru flestir á etalfa sem virkjað D-vitamin og eru vegna sinna nýrnabilunar með minnkaðan kalsíumútskilnað í nýrum. Nú, hitt tilfellið sem getur valdið þessu er milk-alkali syndrom sem fremur illa skilið fyrirbæri en sem byggir á tríat sem hyperkalsemía, metabólisk alkalósa og nýrnabilun og sést einkum hjá fólki sem var að neyta mikið af mjólkurvörum og á beinþynningameðferð annaðhvort eða magasársmeðferð með kalsíumkarbónat og þannig náði að fá væga hyperkalsemíu og af einhverjum ástæðum metabóliska alkalósu. Metabóliska alkalósan svo olli því að meira kalsíum var endurupptekið í nýrum heldur en eðlilegt var sem að jók á hyperkalsemíuna og hyperkalsemían olli skertri þétningarhætti nýrna þannig að það var pólíúría og vökvaskortur og þar með nýrnabilun og þannig myndast svona vítahringur sem viðheldur ástandinu. Í rauninni samt sem áður vægt ástand og meðferðin yfirleitt fólgin í því að hætta neyslu á kalsíumkarbónat. Nú, aðrar sjaldgæfar orsakir fyrir hyperkalsemíu kunna vera innkirtlaorsakir eins og týrotoxikósa en offsetting á skjaldkirtilshormónum veldur aukinni losun kalsíums úr beinum. Þetta yfirleitt væg hyperkalsemíu og þarfnast ekki meðferðar annað en það að meðhöndla undirliggjandi skjaldkirtilssjúkdóm. Feókrómósýtóma í nýrnahettum eða utan nýrnahetta getur verið hluti af menheilkenni
eða þá að þessi æxli geta sjálf framleitt PTH-related peptamyndun sem merkilegt nokk svara alfa-blokkum sem oftast meðferðin við katekólamín áhrifum frá þessum æxlum. Nú, ef maður hittir fyrir sjúkling með hyperkalsímíu, þá fyrsta skrefið í uppbyggslunni að byrja á að staðfesta hyperkalsímíu yfir oftast nær með annarri blóðprufu og þá með því að mæla jónísera kalsíum eða leiðrétta fyrir albúminni. Sjúklingar sem eru hypoalbúminískir eru oft með falska hyperkalsímíu og til reikniformúlur til þess að leiðrétta kalsíum. En með því að mæla jónísera kalsíum þá þarf maður ekki að hugsa út í þetta. Og næsta skref felst svo í því að komast að undirliggjandi orsök. Og þá lykilspurningin að greina á milli þeirra orsaka sem eru langalgengastar sem eru illkynjasjúkdómar og hyperpara. Og þar hjálpa manni sagan og skoðunin og hversu hratt þessi hyperkalsímíu hefur ágerst. En fyrst og fremst gildi PTH-mæling til þess að greina þarna á milli. Nú, til þess að leita að öðrum orsökum væri sennilega alltaf rétt í leiðinni að mæla D-vitamín, mæla fosfat, mæla ALP og mæla TSH. Og ef að það leiddi mann ekki á svarið var þetta að fara til flóknari rannsóknir. Það hægt að mæla virkja D-vitamín til þess að greina þá einkum hyperkalsímíu af völdum granulómatasjúkdóma og það hægt að mæla PTH-related peptide. Báðar þessar rannsóknir fara fram erlendis, þar að senda sínu út. Rafdrátt á blóð og þvagi var alltaf rétt að gera fyrst og fremst til þess að skima fyrir mergæxli. A-vítamín eitrunin mögulegur orsakavaldur og svo fyrst var rétt að mæla kalsíum í þvagi, bæði að mæla magn kalsíums í sólarhringsþvagi og svo reikna út hvað kalsíum kreatín útskilnaðarhlutfall fyrst og fremst með það fyrir augum að greina familial hypokalsímík hyperkalsímíu. Nú, ég veit ekki hvort þetta læsilegt. Það það ekki. Það er kannski að stækka þetta. Þessi algoritmi up to date og fer rauninni gegnum rauninni svona nokkuð skrefra nálgun sem má leggja til við uppmæslu hyperkalsímíu. Og hún byrjar á því sama og ég var að ræða að byrja á því að staðfesta hyperkalsímíu með endurtekinni mælingu og leiðrétta fyrir albúminni og mæla því næst PTH. Nú ef PTH hækkað og kalsíum hækkað þá liggur greiningin oftast ljóst fyrir og primary hyperpara að ræða. Ef að PTH einungis vægt hækkað, jafnvel bara í efri eðlilegum mörkum, þá rétt að útiloka familial hyperkalsímíu sem helsta mismununargreiningin með þvagsöfnun eða mælingu á spottþvagi. En sé PTH lækkað, þá þarf að leita annarra orsaka. Þetta auðvitað amerísk nálgun sem kannski ekki alveg við hér, en það leggja til að næst sé mælt sem sagt PTH-related peptide til að leita að humoral malignancy og svo mælt sé bæði virkt og óvirkt form af D-vitamíni. Og ef að PTH-RP hækkað þá þetta versabundin orsök oftast frá illkynjameini sem ætti þá þegar að vera augljóst á öðrum orsökum. Ef að virkja D-vitamín hækka þá eru granulómatasjúkdómar eða lymfóma líklegri og ef að óvirkja form af D-vitamín hækka þá D-vitamín eitrun eða of mikil inntaka líklegri. Og svo að fara út í aðrar orsakir eins og rafdrátt gefið þetta ekki greininguna. Nú,
Meðferð hyperkalsímíu byggist fyrst og fremst á alvarleika hennar. Sé hyperkalsímíu væg og einkennalaus, þá þarfnast hún ekki meðferðar per se og miðað segja að meðalla undirliggjandi orsök, en hægt að gefa almenn ráðleggingar eins og ríkulega vökvainntöku, einkum til þess að minnka hættu á nýrnasteinum og að forðast þíasíð. Við primary hyperparathyroidismus eru 3 meðferðarnálganir, það er að segja annars vegar engin meðferð, kalkíslabrotnám sem er svona, hvað maður segja, definitífa meðferðin, það sem ég vant að byrja íslenskt orð, eða þá sýnakalsett eða mimpara. Og það kemur til greina sjúklingum sem með væga hækkun, sem þá sérum kalsíum einungis 0,25 yfir eðlilegum mörkum, svona undir 2,85, 2,90 og eru eldri en 50 ára. Nú, sjúklingar sem eru með einkenni vegna hyperkalsímíu eru allir að fara allavega koma til skoðunar fyrir kalkíslabrotnám og svo þeir sem eru einkennalausir með hyperkalsímíu en eru yngri en 50 eða með merki marklíffæra skaða af völdum kalsíums. Það getur þá verið beinþynningu eða nýrnasteina og það er líklegast rétt að senda alla þessa sjúklinga í myndgreiningu á nýrum til að finna einkennalausa nýrnasteina sem væru ábending aðgerðar. Það er ekkert kannski neitt konsensus hver kríterían fyrir aðgerð eru, en International Work Group of Asymptomatic Hyperparathyroidismus leggja til þessa kríteríur. Eins nýrnabilun, það er að segja bara gaugulsýnahraði undir 60, myndi jafnframt vera ábending meðferðar. Sýnakalsett eða mimpara er sem sagt svona kalsímímetik. Þetta er lyf sem hefur áhrif á kalksýnuna viðtaka og eykur virkni þeirra þannig að kalkkirtlarnir verða næmari fyrir kalsíum og í rauninni blekkir þetta kalkkirtlarna til að skynja eins og sé meiri styrkur af kalsíum í blóði og þannig bæla PTH-framleiðsluna. Þetta er dýrt lyf og er fyrst og fremst notað hjá sjúklingum sem eru af öðrum orsökum ekki kandídatar til skurðaðgerðar. Nú, sé hyperkalsímían svæsin eða bráð eða einkennagefandi, þá þarf að beita bráðameðferð við hyperkalsímíunni. Þetta þarf alltaf að gera ef að kalsíum er komið yfir 3,75 eða jónísýra yfir 1,75 og svo er svona grátt svæði ef að kalsíumið er yfir 3 eða jónísýra yfir 1,50. Lykilatriði í bráðameðferðinni er vökvagjöf og þá veruleg vökvagjöf og það er best að nota bara venjulegt saltvatn. Það þarf að gefa fremur hratt, 200–400 ml/klukkustund og fylgjast með þvagaskilnað og miða við að halda þvagaskilnað á bilinu 100–200 ml/klukkustund og sjúklingar þurfa oft alveg 4–6 lítra fyrsta sólarhringinn. Margir sjúklingar eru vegna hyperkalsímíunnar búin að vera með flóðmegu og eru þess vegna þurrir og í miklu vökvaskorti. Fúrix ætti ekki að nota sem meðferð við hyperkalsímíu nema ef að sjúklingar þola ekki vökvagjöfina vegna merki vökvaofhleðslu, það er að segja að fara að hjartabilast. Bisfosfonöt er rétt að nota í bráðameðferð. Þau minnka losun kalsíums úr beinum og þá er hægt að nota eins og pamidrónsýru eða sólindrónsýru í einu skammt. En gallinn er að kalsíumlækkunin kemur oft ekki fram fyrr en eftir 1–2 daga. Hún er hámarksvirkni eftir 5 daga. Nú, aðrir meðferðarmöguleikar eru kalsítónín. Það er hormón sem er seytt af parafollikulafrumum í skjaldkirtli og hefur öfug áhrif við PTH og hamlar niðurbroti beina. Þetta er skjótvirkara en bisfosfonöt en miklu áhrifaminna og er helst hægt að nota sem upphafsmeðferð
við hyperkalsíum til að brúa bilið þangað til að áhrifin af bisfosfónatum koma fram og þá eru notaðar 4 til 8 einingar á kíló sem eru gefnar 2, 3, 4 á dag í 2 til 3 daga. Að minni reynslu á inngripsdeildinni í Reykjavík þá fannst mér flestir inngripsdeildinni hafa afar litla trú á kalsítónin. En ein strategía er að það hægt að gefa kalsítónin og mæla svo kalsíumstyrk í blóði að því loknu og þá sýna fram á að æxli svari kalsítónin og þá ertu með rök fyrir að halda áfram meðferðinni. En heilt yfir þetta ekki skipta miklu máli. Denosumab eða Prolia er ranklíkand hemil og virkar svipað á bisfosfónötun og minnkar losun kalsíums úr beinum og er fyrst og fremst hægt að nota ef það eru frábendingar frá notkun bisfosfónata, til dæmis því að bisfosfónat hafi áður þolast illa eða þá vegna nýrnabilunar. Mörg bisfosfónat eru með frábendingu þegar göngusunarhraði er komin undir 30 og þá kemur denosumab til greina. Sterar eru möguleiki í hyperkalsími, einkum ef að það eru granulómóta sjúkdómar sem valda hyperkalsímiðinni og þeir minnka virkjun á D-vitamíni. Mimpara eða Sinakalsett kemur til greina og er fyrst og fremst notað hjá sjúklingum með sekundari og tertiary hyperpara og eins sjúklingum sem ekki kandidat til aðgerða vegna primary hyperpara og ef allt annað þrýtur þá er skilun meðferðarmöguleiki og eins ef sjúklingar eru þá þegar í skilun. Fleira hafði ekki að segja, ég vildi bara þakka fyrir mig.